21. desember. 10. jólasveitnin hann Gluggagægir. Hann, eins og bróðir hans Bjúgnakrækir, hefur mjög gaman af að hjóla. Þeir bræður, Bjúgnakrækir og Gluggagægir, eru stundum kallaðir hjólasveinar. Leið og Gluggagægir búin að gefa öllum börnum í skóginn, fer hann yfirleitt að leita að bróður sínum svo þeir geti farið saman í hjólatúr. Nú Gluggagægir búin að hjóla ansi lengi en hefur ekki enn fundið bróður sinn. Hann hins vegar hitti Askastleiki og spurði hvort hann vissi hvar Bjúgnakrækir væri. Já, hann í garðinum þarna hinum megin við götuna, líklega hann að gefa einhverjum börnum ávexti eða á leiðin á jólaskemmtun. Takk fyrir það, ég hjóla til hans. Gluggagægir veit meira hjólreiðar heldur bróðir hans. Hann veit nákvæmlega hvar hann má hjóla, hvernig hjólið á að vera útbúið og hvernig hann á að hjóla yfir götu. Hann þarf að fara yfir götuna til að komast í garðin. Hann sér gangbraut og umferðarljós rétt hjá. Hann hjólar þangað og stígur af hjólinu og bíður þar til það kemur grænn karl. Þegar græni karlinn kemur, þá reiðir hann hjólið yfir götuna. Hann veit að hann má hjóla yfir á göngurhraða, en honum finnst miklu betra að reiða hjólið. Þannig hefur hann miklu meiri stjórn á því sem hann að gera. Í garðinum hinum megin við götuna hitti hann Bjúgnakræki, sem einmitt sat þar á bekk og gaf börnum ávexti sem löbbuðu framhjá. Bjúgni bróðir, kallar hann. Gluggagægi, kallar Bjúgnakræki tilbaka. Hann hefur alltaf kallað hann Gluggagæja, en enginn veit hvort hann sé að ruglast, eða finnist Gluggagægi bara flottara nafn. Þeir fóru strax að skiptast á hjólasögum, en voru fljótt orðnir spenntir fyrir því að fara að hjóla saman. Þeir héldu því af stað á hjólunum sínum og hjóluðu saman langt fram á kvöld. En hvernig förum við yfir götu á reiðhjóli?